Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Þá ætlum við næst að víkja sjónum okkar að fasteignamálum. Flestir okkar Íslendinga eiga nú svo sem ekki margar aðrar eignir en þá peninga sem að liggur í fasteignunum okkar. Og frá árinu 2021 hefur fasteignaverð á Íslandi hækkað 50%, hvorki meira en minna. Það eru náttúrulega góðar fréttir fyrir marga og ekki síst þá sem ekki skuldugir. En Guð hjálpi þeim sem á leigumarkaði, hugsar maður. En það kom í gær út svört skýrsla á vegum leigjendasamtakanna þar sem fram kemur að húsaleiga hefur stökkbreyst og mörgum leigjendanum mjög íþyngjandi. Þannig að það má álykta að bilið á milli þeirra sem eiga og þeirra sem eiga ekki það vaxi í svona árferði. En árið í fyrra var þó svolítið öðruvísi heldur en árin á undan. Það má spyrja sig hvort einhvers konar vatnaskil séu framundan, hvað varðar fasteignaverð, hvort fasteignaverð hafi toppað og hvort það muni lækka á þessu ári sem nú nýhafið. Til að reyna að leita svara við þessum spurningum og fleiri spurningum hef ég fengið Pál A. Pálsson, fasteignasala. Þú sestur hér við rauðaborðið í fyrsta skipti á ævinni. Takk fyrir það, mikil heiður. Já, heiður að fá þig, gaman að fá þig. Vertu velkominn. Takk fyrir það, vinur. Sko, 50% verðhækkun á svona skömmum tíma. Já. Einsdæmi í Íslandssögunni eða hvernig þetta sögulegu tilliti? Sko, það nú síðustu svona 30 ár cirka bát, þá meðalhækkunin og í kringum 9-10% ári. Vissulega innan þessa tíma, innan 5-10 ára tímabila, þá náttúrulega sveiflur. En þessi hækkun svolítið sérstök. Svolítið svona öðruvísi vegna þess að raun og veru frá 1. janúar 2021 til 1. apríl 2022 á þessu stutta tímabili þá hækkar markaðurinn 34%. Það alveg lélegt. Þú manst hvað var að gerast þá? Farðu aðeins yfir það? Það var COVID. Það var náttúrulega lækkuðir vexti og það var náttúrulega allir hægt að ferðast og menn höfðu enga aðra leið fyrir peningarna sína en að reyna að fjárfesta í þetta. Já, líka bara ódýrt að fá peninga til að kaupa lán. Vextinni ekki neitt. Vextinni fóru niður ekki neitt, einmitt til þess að bara örva samfélagið. Og síðan gerist þarna COVID líkur, apríl 22. Raun og veru svolítið skemmtilegt að segja að frá apríl 22 til dagsins í dag þá hefur markaðurinn hækkað 16%, sem raun og veru mjög lítil hækkun í langtíma samhengi. En sko 10% af þessar hækkun gerðist á 6 mánaða tímabili, þar að segja frá janúar 24 til júní 24. Júní, júlí. Og hvað var að gerast þá? Það var eldumsbrot í Grindavík. Þannig að sá hópur sem flytur úr Grindavík kemur allt inn á markaðinn, kaupir eignir og þrýstir verðinu upp. Það þetta búin að nefna 2 ytri þætti sem hafa mjög mikil áhrif. Já, sem hefur mjög mikil áhrif á fasteignaviðskipti. Þannig að ef þú tækir í burtu Grindavíkur áhrifin og þá væri hækkun frá raun og veru apríl 2022 lítil sem engin. Sem var náttúrulega tilgangurinn með hjá Seðlabankanum að hækka vextina til þess að tempra það að fasteignaverð myndi halda svona áfram að hækka næstu þeim stjórnlaust. Og upp úr þessu koma alls konar krísur, skortur á lóðum og svona, já, og núna sitjum við enn uppi með hábölvaða allt og háa vexti og það hefur svona að mörguleyti verið snúið fyrir ungt fólk að komast inn á markaðinn. Sko þetta svolítið svona fyndin hringrás, þessi fasteignar hringrás. Ef við horfum tilbaka 2018-2019 þar sáum við ekkert ólíka tíma. Þú
þú veist, það voru einhverjar 700-800 íbúðir sem stóðu lausa til afhendingar, nýbyggingar íbúðum. Það var kennarverkfall, það var lóðnuskortur, váer fór á hausinn á þessum tíma og fólk var svolítið að halda sér höndum, það var svolítið hrætt. Salan var ágætt, en síðan kemur COVID, vextirnir lækkuðu og bara hreinsast út á markaðnum og ég man alveg eftir þeim tíma þar sem að voru kannski 400 eignir inn á markaðnum og 30-40 manns í opin hús og maður horfa 60 tilboð skilur hverja eign og þær voru öll bara 2-4 milljónir yfir auglýst verð og síðan gerist það náttúrulega að náttúrulega Seðlabankinn náttúrulega bregst við kjölfar á COVID með að hækka vexti til þess að fyrirbyggja það og var náttúrulega hvetur sveitarfélögin og þetta hefði maður viljað að árunum 2018, 2019, 2020 þeir hefði haldið áfram að skipuleggja og útluta lóðum þannig að hefði verið nú framboð á þessum tímabili 20-22 en það gerist ekki, það var brugðist aðeins og hægt við og raun og veru þá var farið í gang útluta lóðum og nú raun og veru ef maður fær rauk fyrir því að raun og veru núna offramboð sérstaklega nýbyggingum tæplega 50% af öllu því sem í sölu á markaðnum þetta eru nýbyggingar sem eru að seljast mjög illa það það líka með sumar nýbyggingarnar að við verðum að geta bara talað það upphátt á mannamáli að þær eru ekki nógu vel heppnaðar Nei og það hefur ekki svona hjálpað til í þessu að það eru flöskuhálsar Já, eins og hvað finnst þér? Myndið þú kaupa íbúðir í miðbæ Reykjavíkur í dag? Og hver var í fyrirstaðan? Ég býi miðbæ Reykjavíkur Þú býrð í miðbæ Reykjavíkur Þannig að ég neyðist til þess að svara Mér finnst mjög gott að búa í miðbæ Reykjavíkur Ég býi 101 Fjólugötu Það fylgdi bílastæði þegar ég keypti Guð blessi bílastæði Já, Guð blessi bílastæði En ég skilur hvað átt við og við höfum svo sem fundið fyrir breytingum nánast hvar sem við búum Hér náttúrulega hefur fjölgað hratt umferðin verður verri og verri það eru aðri tímar en voru en ég held að byggingar sem að hvorki taka nægilegt tillit til ljós fagurfræði hljóðvistar og í einhverjum tilvikum bílastæðamál í ólestri ég held að það sé ekkit skrítið að þessar byggingar fari ekki leiftur hratt. Nei, það var einmitt ég hef oft sagt að þeir eru út að selja eign að þá snýst þetta svolítið það, segjum allar að fara að selja íbúðinni í Fjólugötu þá snýst þetta svolítið það að aðilinn sem að koma og skoða hjá þér kaupandinn sem nýja eigendina þú ert í raun og veru ekki að selja eignina þína þú ert í raun og veru að selja einhvers annars og þá skiptir svo miklu máli að þessi aðilar sem hefur að sína áhuga að kaupa íbúðina kom inn og hún líði vel og það eru nokkri þættir sem hafa gríðarlega mikil áhrif á það að fólk labbar inn í einhverju rými og hugsa bara, vá, hér á ég heima Svo þú labbaðir hingað án inn í þetta stúdíó þú settist og þú ræddir að þér finnst góður andi Já, mér líður vel og þetta eitthvað sem maður kannski kemur ekki fingri á en eitthvað en það eitt af þessu sem þú vorst að ræða það birtan og það birta og það hljóð og það lykt það semst skynfærin okkar það það fyrsta sem þú upplifir þú labbar inn í eitthvað rými það fyrsta sem þú upplifir bara þegar ég hitti þig í fyrsta skipti bara hvernig ég upplifið það ég fann bara strax góða orku skilur við og þess vegna hefur þessu umræða og var til dæmis bara umræða ykkur í sjónvarpinu í gær þætti í gær, frábær umræða birtuskilyrði og arkitektar og fleira hafa verið að ræða þetta og mjög margt sem ég lærði til dæmis í þessu viðtali sem ég lærði að birtan sem kemur frá glugga bara nær held ég 4 metra sem hún sagði og munur og norður og suður birtu Akkurat, hvernig það snúa og svo framvegis þannig að þetta hlut af ástæðinni sem margir telja í nýbyggingum að hafi ekki verið hugsað nógu vel fyrir auðvitað þetta búa til birtu þú veist, inn í íbúðum og þegar fasteignasalar selja íbúður þá oft bara hluta ráðleggingunni að bæta birtuna þú veist, opna rýmin og gera rýmin aðeins opnar og bjartari
En þetta umræða sem mjög hávar, sérstaklega meðal arkitektarsamfélaginu. Þeir hafa verið að gagnrýna ekki bara sko ljósið sem kemur inn, heldur bara þéttingin þú veist, þeir eru bara orðin komin á aðra hæð. Þetta bara, eða ég vel fyrstu hæð í ákveðnum hverfum, þá þetta bara sama tilfinning eins og þú keyptir kjallaríbúð bara þegar við vorum ungir, skilurðu mig. Þú veist, þannig að út af því að bara birtan, það bara of stutt á milli eigna, milli íbúða, nýtingin á lóðunum verður að vera svo mikil, þó að við eigum nóga landsvæði. En þegar við vorum ungir og þegar við hófum okkar búsetusögu eins og hjá mér, maður þurfti náttúrulega að flytja brott, elst upp í Mývatnssveit. Fyrst leigi maður kannski eitt lítið herbergi á Akureyri, svo leigi maður einhverja kjallarahólu þegar maður flyttur til Reykjavíkur, svo kaupir maður fyrstu íbúðina og hún kannski á jarðfæði eða eitthvað svoleiðis og hún kostaði ekki neitt. Nei, hvernig keyptir fyrstu íbúðina? Hvernig lán varstu með? Hvernig safnar fyrir útborgun? Lífeyrissjóðslán. Þú tókst lífeyrissjóðslán? Já, og átti svo einhverja útborgun og ég minnir að ég hafi raunverulega átt hana. Það var nú svona upp og ofan manni með fyrstu kaupendur, hvort þú sagðist bara eiga peningana og svo nurlaður við eitthvað og En manst eftir þinn tíma þar sem þú raunverulega borgaðir útborgun yfir heilt ár. Ég kaupi mína fyrstu íbúð 97 og ég kaupi hana á 5,7 milljónir upp í Gauksólum í Breiðholti. 5,7 milljónir. Ég ætlaði að fara að ræða það. Ég held að mín fyrsta kosta 5,6. Já, einmitt. Og ég tók eitthvað lán, man ekki alveg hvað það var, og svo borgaði bara útborgunni yfir árið. Og maður þurfti bara að vinna eins og skepna til þess að ná í útborgunni. Og ég var ekki búin að safna mig fyrir henni. En varstu búin ég rætti þetta við foreldrar minna og svona, þú veist, það var bara farið og unnið. Það var bara að fara út á land og unnið allar sólarhringinn og unnið á daginn og þjónað á kvöldinn. Já, ég tek undir þetta. Við vorum á þessum tíma mjög margt ungt fólk var í þeirri stöðu að geta unnið alveg gríðarlega mikið. Já, einmitt. En sko, við erum að tala að 5,6 milljóna króna íbúð á þessum tíma, þú myndir selja hana á 80 til 100 í dag, ekki? Í réttu hverju? Þessi íbúð, 3 herbergja íbúð í Gauksólum í dag að kosta 60 milljónir. 60? Cirka, já. 97, þetta eru tæplega 30 ár síðan. Og sko, og eftir því sem að því að þú ert að segja að fasteignaverð hækki í prósentum, eftir því sem verður hærra, þá 10% hækkun alltaf fleiri og fleiri milljónir og miklu fleiri milljónir heldur en var hérna í gamla daga. Og ég myndist aðeins á leigjendurna áðan vegna þess að hugur minn hjá leigjendum. Þetta ekkert grín að festast í þeim vítarhing. Ég bara skil ekki hvernig þú veist, þú kannski að leigja kannski par, leigir fyrir 320.000 á mánuði. Hvernig fer það að safna fyrir íbúð? Það bara hlýtur að vera nánast ómögulegt. Veist, ég bara skildi ekki, án þess að fá hjálp. Og það væri náttúrulega allt í lagi að vera leigjandi ef þú værir að borga svipað í leigu og borgar í húsnæðislán. Ef það væri bara þín ákvörðun. Og ef leigumarkaðurinn væri stabíll. Og tryggir lengri 5-10 ára leigu. Eins og bara þekkist í Kaupmannahöfn og í London. En svo ekki. Nei, en svo náttúrulega sko, þetta snúin staða líka fyrir leigusala. Þú veist, nú þekki ég nokkar leigusala, allir minn sér svo þekki ég eitt mjög góð vinur minn, hann að selja nú 2 íbúðir, búin að selja aðra og að fara að selja hinn aðra. Hann sagði bara þetta borgar sig ekki lengur. Borgar það sig ekki lengur? Að leigja út. Að leigja út? Já, meðan fjármagnskostnaðurinn svona hár. Ég hef aldrei keypt þessi rök. Nei, en þú veist, nú allir mis, sko, hann borgar 11% skatta af leigutekjunum sínum. Hann reyndar einn af þessum aðili sem að hann vill leigja sanngjarnt. Hann ekki að auglýsa, fær 40 fyrirspurnir og velur þann sem borgar mest. Hann vill bara borga, þú veist, rukka sanngjarna leigu. Og ég segi það nú í leigusalan alltaf, það betra að fá sanngjarna leigu og fá alltaf greitt og fá fólk til að ganga vel eignina. Þess að ágóði margra þeirra sem hafa verið að kaupa eignir til að leigja út liggur í hækkun á fasteignaverði. Það ágóðin sem fólk hefur verið að horfast í.
Ég alveg sammálaður með að leigusalar eru náttúrulega margbrotin hópur og það ennþá til alveg slatti af bara heiðarlegum leigusölum sem er ekki að okra á leigjendum. Flestir eru þannig. Það kann að vera. En sko, eigum við samt ekki frekar að hafa fókusin á leigjendunum heldur en leigusölunum? Jú, það er ekki spurning. Já, og sko ég veit að þú ert fasteignasali, þú ert ekki stjórnmálamaður. Nei. En í þínu starfi þá hlýtur það að hafa svona velt svolítið fyrir þér þessari þróun. Já. Ef leiguverð hefur hækkað 5-falt á einhverju árabili núna að einhverju leyti hefur þetta áhrif á markaðinn. Það eru einhverjir að kaupa upp 100%. Og ég man vel eftir því eftir hrunið í raun 2012 til 2014 þegar það voru og raun og veru hefur verið undanfarin á líka svona stórir, sterkir, efnameiri hópar sem hafa verið bara hreins upp íbúðu til þess að eingöngu þeir tilgangi að leigja þær út og það hafa myndast hóparinn í Íslandi sem eru orðið mjög stóri leigusalar. Markmið þeirra er að græða sem mest. Sko þetta er endilega mismunandi filosófía hjá fólki. Ég þekki líka fullt af leigusölum. Ég á góðan vin, hann er læknir, hann á einhverja 5 eignir. Hann enda komst í fréttirnar óvart. Hann enda gaf eftir desembermánuðinni. Ég veit ekki hvort hann hefði gert það í ár. Það sem að tilgangurinn hans var bara að kaupa íbúð til þess að leigja þannig að getur staðið undir sér. Og svona reksturinn, það er að segja lánin, fastanegjöldin og svo framvegis og hann gaf eftir desembermánuð og hann fekk mikla virðingu frá mér allavega fyrir. Þetta eru náttúrulega, ég segi alltaf sko business eða viðskipti snúast fólk en ekki peninga. Það er svolítið svona svo hugsun sem er hjá þessari nýju kynslóð sem er að komast inn í viðskiptalífið, þú veist. Þannig að en varandi leigusalan eiginlega að taka þetta er náttúrulega mjög flókin staða. Hún hækkar endalaust, nú eru skattar að hækka. Ég þekki ekki marga leigusala sem mun ekki setja þessa skattahækkun inn í leiguverðið. Þannig að þetta er rosalega flókin staða og við erum séreigna þjóð, við viljum eiga það sem við eigum. En er það ekki eins með leigusalana og til dæmis bankana að við auglýsum eftir samfélagslegri ábyrgð frá bönkunum og við teljum okkur ekki að hafa séð þá ábyrgð núna skeið. Það sagði nú í einhverju skaupana, ég held að það hafi verið Villi Vandræðaskáld og konan sem er með honum sem ég man ekki alveg hvað heitir að við yrðum að ræna hraðbönkum til þess að fá útborgun fyrir fasteignunum því bankarnir væru ekkert að hugsa að lána okkur peninga í það. Það var svona frá sjónarmiði ungra Íslendinga og hérna með sama hætti og við auglýsum eftir sko, samfélagsábyrgð frá bönkunum aukinni, þá verðum við líka samt, er það ekki, hvað var þar leigusala að svona að einhverju leita höfða til samfélagslegar ábyrgðar þeirra. Já, það hefur líka verið rannsakað sko. Þeir sem sýna fram á meiri samfélagslega ábyrgð. Það fylgir því, sko fylgir fiskur samfélagslega ábyrgðar er aukinn hagnaður. Þannig að það má færa rök fyrir því að því meira sem hún leggur til, því meira farið tilbaka. Og þetta snýst allt gildi fólksins sem er í viðskiptum. Sem er að, þú veist, kaupa fasteignir til að leigja þær út, þú veist, og þeir gera sitt besta að reyna að vera með sanngjarna leigu. Þú veist, ég er ekki að segja að menn þurfa að borga með eignunum sínum og en finna samt einhvern sanngjarnan flöt. Annað en það sé lausnin frá leigutökum að biðja bætur. En svo er náttúrulega bara skattgreiðendur sem borga húsaleigubæturnar. Skilurðu mig. Þannig að þetta er flókin staða og maður veit ekki hver einfölda lausnin er annað en það að framboðið þurfa að vera nóg á hverjum tíma. Þetta er ekki heldur í lagi þegar auglýsir íbúðin og segjum svo við ættum íbúð saman í Engihjalla. Við myndum að auglýsa hana bara fyrsta sólarhringinn væri komið einhvers staðar 30-40 fyrirspurnir. Það er heldur ekkert eðlilegt. Nei, það er heldur ekkert eðlilegt. Þannig að en í ljósi þess að
fasteignaverð hækkaði aðeins 2% á höfuðborgarsvæðinu á liðnu ári og 1,8% á landsvísu og þar til dæmis segja nú fyrir norðan og Akureyri að markaðurinn sé algjörlega botnfrosinn, sko, það seljist eiginlega ekki neitt. Að gætu við þá verið eins og sumir hafa verið að spá, er það raunverulega möguleiki að fasteignaverð lækki á árinu 2026 alltaf 5% eins og sumir hafa haldið fram? Sko, greiningar aðilar sem hafa verið að greina markaði mjög vel og ég hef lesið meira minn allar þessar greiningar þeir eru að spá svona 4-6% hækkun á þessu ári. Hækkun? Já. En þú hefur líka heyrt í hináttina? Já, ég hef heyrt það og sko, það er til tvær hækkanir og lækkanir. Það er annars vegar nafnverðshækkun, það er að segja þú átt 60 milljónir króna íbúð, hækkar 10% og hún er orðin 66 milljónir króna virði. Svo eru raunverðshækkun eða lækkun. Það er að segja þú ert með 60 milljónir króna íbúð, hækkar 10%, 6 milljónir, verðbólgan hækkar 11%, þá er raunlækkun upp á 1%. Þannig að ef við horfum fram á 4-6% hækkun á nafnvirði þessu ári hljómar sér rosa þurrt og erfitt og leiðilegt efni en mikilvægt að kunna þetta. Það er svo mikilvægt að skilja þetta og við erum samt að horfa samt svipaði verðbólgu. Þannig að raunhækkunin og lækkunin verður, það er raunverulega hægt af því að það getur orðið raunlækkun á þessu ári. Það er kannski allt í lagi til skamstíma eða hvað og kannski bara eðlilegt í ljósi þess sem hefur orðið? Ég bara af hverju ekki að halda þessu bara í skefjum. Þú veist, og laun hækkuðu 7,7%. Þannig að það er miklu eðlilega. Það er búið að vera svo lengi þannig að launin fastanum verður að hækka kannski 10-15%. Launin hækka kannski 6-8%. Nú náttúrulega hækkuðu launin 7,7% og fastanum verður hækka 2%. Þannig að fleiri og fleiri hafa getað að kaupa. Svo er þetta bara spurning með vextina. Verðbólgan er stór í skatturinn okkar. Kannski þarftu ekki vasareikni til þess að reikna það út. En kannski getur bara farið yfir það í huganum. Mér langar svona aðeins til þess að segjum að einstaklingur eða hjón sem skulduðu 50 milljónir í húsnæðislán í fyrra og á höfuðborgarsvæðinu mat fasteignarinnar er 2% hærra núna, hækkað 2%. En vextirnir af 50 milljónum eru náttúrulega blóðir. Þetta dæmi, í þessu dæmi þá er þetta fólk að tapa peningum, er það ekki? Alveg ljóst. 50 milljónir krónar lán á... Sko, eða út með 50 milljónir krónar lán og þetta er, þannig það sem ég hoppar einu í annað kannski líka að sko, 50 milljónir krónar lán í 5% verðbólgu ef það er verðtryggt hækkar þá 5% ári 2,5 milljón. Segjum svo að þessu 70 milljónir krónar eign sem hækkar 2%. 2% af 70 milljónum, hvað er það? Það er 1,5 milljón. Já. Þannig að þá ertu raun og veru að þá er eigi féð þitt í eigninni að minnka við þessar aðstæður. Já. Þannig að draumur okkar allra er að ná verðbólgu niður, ná vöxtum niður. Já. Það þarf að vera aðal fókusin og það er búið þurfa að vera aðal fókusin í mörg ár og það er náttúrulega enginn sem hefur eins mikil áhrif á það eins og ríki og sveitarfélög. Og Seðlabanki. Hvað var það vextina? Já, sko vextin er náttúrulega verkfæri til þess að reyna að ná verðbólgu niður. Eitt af mörgum. En Seðlabankin beitir alltaf sama verkfærinu, reynir að píska í þjóð til breyttara hæðunar. Já. Og kannski næri það ekki til allra. Nei. Og líka það sko, þessu umræði með sko raunvextina líka eru rosalega háir. Já, allt og hár. Þar sem munurinn á seðlabankavöxtum og verðbólgunni er bara, munurinn þar að milli, hann er bara allt og hár. Og óútskýrður með vissum hætti finnst mér í samanburði við nágrannalöndin. Sko, ég hef oft hugsað þetta. Þú veist, út af hverju allir hafi vextina svona háa, þó það sé ekki þörf fyrir það. Og eina niðurstaðan sem ég kemst að, ekki nema þú sett með betri hugmynd, að þetta sé bara einhver forsjárhyggja.
að það sé bara verið að fyrirbyggja það að við lendum ekki sömu aðstæðum og lendum í hérna 21-22 þessi fastina verið að vera að hækka kannski 1-2 milljónir á mánuði. Já, ég held þessi sammála þetta forsjárhyggja með hag ríkisins að leiðarljósi en ætti ekki þú opinbera líka að hafa hag hins almenna borgara að leiðarljósi og þarf ekki einhvern veginn að ná dansi á milli einstaklingan og ríkisins og hvað var það alltaf hérna, skuldugt fólk þá þetta náttúrulega alveg ríkalegt hlutskipti sem að Íslendinga búa við núna heldur betur og það endalaust verið að senda þeim fingurinn sem skulda pening það endalaust verið að refsa það meir og meir á sama tíma og við vitum að fólk fæðist með mjög ólíka bjargir til þess að eignast pening og fé og þá komum við að næstu spurningu þú hlýtur á árinu 2025 í mjög miklu mæli að hafa orðið var við að þegar ungt fólk kaupir íbúð þá skiptir nú dálítið miklu máli að eiga foreldra sem að eiga pening ekki satt til þess að aðstoða 100% það er næstu undan ég var með krakka heimsókn hjá mér í gær komin að skrifstofu æðislegt ungt, duglegt fólk stelpan í námi hann er að klára námi komin í mjög góðu vinnu í markastarf og þeim vantar bara ráðgjöf þú veist, hvað hérna þegar ég tek fyrstu kaupendum ég er með frí námskeið fyrir fyrstu kaupendum bara til að kenna þeim á bara svona lingóið og svo framvegis og ég spurði þau, hvað er búin að safna fyrir miklu? Og þau sögðu sikkur á 16 milljónir og ég bara hvernig fóru það því? Það er bara hjálp frá afa þannig að sko og þetta er bara undan tekningalust að þá eru fyrstu kaupendur að fá beina hjálp annarkort bara með að foreldri annarkort bara lániðin pening eða kaupi þá í eigninni á móti börnunum og eigi það bara er kannski með lausafé eða á kannski eitthvað eigi fé í sínu húsi þetta er bara eins og við fyrir að nota því persónulega í fjólugautinni að þá getur þú kannski tekið okkur 6 milljónir út á það nota þann pening til að hjálpa barninu til að kaupa fasteign og þá átt þú bara 10-15% í eigninni sem á móti barninu og hann greiðir þið síðan tilbaka þegar hann selur í framtíðinni óbeina hjálpin er náttúrulega bara svo að þeirra krakkar eru útskrifast og það bara búið að lengur heimi á sér og safni ég man til dæmis eftir einu pari sem að eru að læra læknisfræði og þau eru voru búin að safna sér fyrir útborgum með mikilli vinnu náttúrulega hluti að læknanáminu er að vinna og þau sem sagt notuðu peningin kauptu litla íbúð í Breiðholtinu og leigja hann út og maður fann að sjá þetta í auknum mæli að leið og fólk er búið að safna fyrir lágmarkinu þá kaupa þau, leigja hann út og býða bara, eru þetta áfram heimi hjá sér þó þau eiga íbúð. Mér finnst þetta stórmerkileg staðhæfing og stórmerkilegar upplýsingar að undan teknikalust fái ungir kaupendur aðstoð, fjárhagsaðstoð það er mín upplifun frá ættingum til þess að kaupa húsnæði og ég dreg þetta ekki efa að upplifun þín á við rökasteyðast en það segir okkur þá samfélagssögu að hér hefur orðið ákveðið rof í jöfnuði sammála því og þetta er eitthvað sem er alveg ótrúlega lítið rættum það er þessi efnahagslega stéttaskipting á milli foreldra á milli heimila, eftir bakgrunni foreldra, eftir tekjubreytunum og eftir þessari aðstoð og ég held að Íslendingar séu flestir í eðli sínu svona frekar jafnaðarlega sinnaðir og við viljum ekki að þetta haldi áfram. Við viljum, það er enginn sem ég veit sem vill að einhverjum líði illa og er að ströggla. Nei, bara og þessi ójöfnum tækifæri þetta er, en þetta er náttúrulega líka einhverju leyti afleiðing þess að við leggjum niður félagsleg kerfi verkamannabústaðana og fleiri og eitthvað svoleiðis. Það er vinsopin Breiðholtið. Þetta var endilega svolítið skemmtileg saga að sko þegar að hvað var ekki kringu 1950-60 að þá bjöggu náttúrulega heilu hellinga fólki í Braggahverfinu í bröggum út á Seltjarnarnesi sem var vestur í bæ og hljómar kunnulega en það var húsnæðisskortur það voru verkföll og fólk vildi fá hærri laun og ríkið, sveitarfélag og atvinnulífið sögðu bara, það er ekki til rými við getum ekki að hækka laun á okkur en við skulum byggja fyrir ykkur fullt af íbúðum og koma ykkur út úr
Braggahverfinu Já. og þannig verður til 1100 íbúðir í Bakkahverfinu og ennþá fleiri og svipaði fjöldi upp í fellunum þannig að sá markhópur fluttist þangað þannig að en nú eru uppi hugmyndir að búa til eitthvað sambarlegt upp í Úlfarsárdal einhverja 4000 íbúðir sem á að vera hugsað fyrir ungt og lágtekjufólk. Ertu ánægður með þessi plön? Ég sé alveg kostin og gallana við það. Að sjálfsögðu þetta betur en engin lausn en síðan hvernig hún verður útfærð og hvernig það verður unnið það verður mjög áhugavert að sjá hvernig það er. Þannig að við viljum heldur ekki blanda búið til einhver gettó skilurðu mig. Það er ekki það sem við viljum. Þannig að það hefur heldur ekki hvetjandi áhrif sérstaklega á fólki sem sem betur fyrir ungt fólk í dag að ég vil meina það að þetta unga kynslóðin við erum náttúrulega við erum öll alveg fyrir það unga kynslóðin alltaf að gera alltaf vant tónlistarsmekkurinn er alveg glataður og ég skil ekki hvernig Birnir selur upp Laugardalshöllina skilur og meðan Sálunus Jónsmins getur það valla skilur eða Djúran getur það valla en ég held að þessi kynslóð sem er að koma upp hún er mikið kláranum við og hún mun vinna minn en við og hún mun þéna meir en við og og þau eru mjög business þenkjandi og dugleg þó að okkur líður kannski ekki að þessi duglóta því að við erum ekki bara út á sjó 16 tíma á dag að rífa upp einhver net skilur mig. Nei. Þannig en það þarf að passa þetta það þarf að passa það að bilið verður ekki og gjáin verður ekki of mikil á milli þeirra sem geta keypt sér og fara inn á húsnæðismarkaðinn og þeir sem geta það ekki og hlutdeildarlánin til dæmis er alveg frábær lausn fyrir fólk sem ég þekki marga sem að hlutdeildarlánin gjörsamlega björguðu fólki af leigumarkað. Það á að spýta í þau segir stjórnin og við fögnum því. Ekki spurning. Svo þarf bara að byggja þetta fyrir þennan markhóp. Einmitt. Nú langar mig aðeins að venda kveðið mínu í kross. Þetta eru svona hátt í 10.000 kaupsamningar sem voru þarna á öllu landinu árið 2025. Já, voru tæplega 11.000 minni mig, því ég var ekki með desember inn í tölunni sem ég sendi þér en þetta voru með 11.000 samningar. Já, og það er kannski bara þetta er svona töluvert dropp eða fall frá 24 en svona ekkert sem að rífur neitt svakalega í og svona þú myndir segja að bara svona ef við svona veltum fyrir okkur þinni stjætt það er ekkert verið að segja upp á sölunum það er rosalega mikið í minni stjætt sem eru bara raun og veru bara sjálfstæðir verktakar í raun og veru og þeir raun og veru reka bara er með sína atvinnustarfsemi innan fasteignasölu og þeir eru og tekjurnar eru misjafnar það var 8,5% minni sali var 24 en 24 var óvenju góður út af Grindavík en það var meiri sala 25 heldur en var 23 og 22 þannig að það er verið komur á óvart það kemur svolítið á óvart og með umræðina líka með umræðina og en það voru, ég heyrði þessa tölu ég veit ekki hvað til það voru einhverju 70 manns sem lögðu inn leifinu sínu þarf náttúrulega leifi til þess að starfa þessu fasteignasali með skilst þetta var eitthvað 60-70 manns sem lögðu inn leifinu sínu en svo eru mjög margir sem halda leifinu en er komin í aðra vinnu og líta á sölu að vera fasteignasali sem aukastarf þannig að hlutfall frílansara það eykst, það hækkar og það er með sér orðið mjög stórt hlutfall í stjættinni sem er raun og veru með sem fasteignasali sem aukastarf
Svo spyr maður sig alltaf hvort þetta kerfi sem við erum með, hvort það sé meitlað í stein, með þóknunina og svona og hérna, en það er annar þáttur. Einmitt. Það var gaman að spila við þig og það einhvern tímann, en það er bara annar þáttur. Það er bara annar þáttur. Ég væri alveg til í bara 40-50 mínútur bara það. Ég var alveg til að taka þá. Er það ekki? Af því að það hefur líka, sá heimur hefur breyst kostnaði við sölu fasteigna bara hér og erlendis. Þetta er búið að breytast alveg gríðarlega. Þú kemur bara aftur til mín. Ég er alltaf til að koma til þá bara ræðum við þetta. Ekki spurning. Þá fæ ég líka kannski einhvern að borðinu hinum megin frá. Bara ekki spurning. Það væri skemmtilegt. Algjörlega. Já, en ég myndist á Akureyri áðan. Já. Og að þeir segja heimamenn sem ég ræddi við jólin botnfrosinn markaður. Já. Er eitthvað sem segir okkur að landsbyggðirnar, sem að tala nú þær í fleirtölu því að þær eru nú ólíkar byggðirnar út á landi. Er eitthvað sem segir manni að það sé meira ströggl þar í augnablikinu heldur en á höfuðborgarsvæðinu? Sko, nú, ég hef ekki greint tölunar, en ég skal segja hvað ég upplifi. Af því að ég kannski mest að þjónusta höfuðborgarsvæðið. Þegar ég kalla höfuðborgarsvæðið, ég var kallað þetta svona nýja höfuðborgarsvæðið. Það er að segja Akranes, Selfoss, Reykjanes og svo höfuðborgarsvæðið. Og ég hef upplifað markaði eins og Akranes, eins og Selfoss og Þorlákshöfn hafa, og náttúrulega Reykjanesið á þessu ári, hafa verið í erfiðleikum. Það er að segja sölu tíminn hefur verið lengri. Og varandi aðra markaði, hvað sem sé fyrir austan, norðan eða vestan, að þetta er ekki auðveldir markaðir. En ég held að þessir markaðir eiga mikið inni. Þorlákshöfn til dæmis, það er óbúslega mikil atvinnustarfsemi og mikil uppbygging þar. Selfoss, Hveragerði, þetta er svona hægt og rólega breytast líka svolítið í Svefnbæ. Það er sem bara býr þar, getur keypt einbýlishús fyrir hæðir Reykjavík, keyrir bara á milli eða vinnur heima hjá þér kannski 2-3 daga í viku. Akureyri, hann hefur verið nokkuð virkur þessi markaður á síðustu 2-3 árum. Það hefur verið gott líf þarna og það fasteignasalar sem ég þekki þarna, þeir hafa bara verið nokkuð sáttir. En hvernig síðustu kannski 4-6 mánuðir hafa verið, ég trúi þér að þeir eru búin að vera erfiðir. Það held sér þungt bara síðustu 3-4 eitthvað sluðis, sem mjög rólegt. Svo kom hann náttúrulega þessi vaxtadómur. Hann kom hann í nóvember. Hann náttúrulega setti hik á alla og það bara fraus allt. Það bara mætti, ég reyndar sagði að því að maður vissi það að vandamálið var bara tímabundið. Þú veist, svo leistist þetta á einhverju 3 vikum og kom bara lausn og fólk gæti farið að taka lán aftur. En það bara var ekki mikil mæting og opin húsi en slíkt, en þeir sem gerðu það náður sér kannski ekki góðan díl, sko. Og en í kjölfarið líka, salan í desember, almenn sal í desember var mjög lítil. Þannig að nóvember út af vaxtamálunum og desember var mjög rólegur. Október er venjulega annar af 2 söluhæstu mánuðum ársins. Já. En fyrstu kaupendum þeim er að fjölga eða eitthvað? Standi í stað. Já, þeir eru standi í stað. Ég sá í fyrstu 3 ársfjórðungum síðasta árs voru þetta 4.000 á öllu landinu. Já. Og meðal aldur þess, veistu það? 29 ár. Vel gert, já, þú náttúrulega sást upplýsingarnar. Já, ég man ekki hvort ég sá þér hér eða einhverstaðar annars. Já, 29,3 ára. 29,3 ára. Hefur haldið að vera yngri eða eldra? Hefur ekki vitað töluna? Og ég komið í þínu vinnu? Góð spurning, já, endilega. Góð spurning, sko. Já. Hvað varst þú gamall þegar þú kaupið fyrst íbúðina? Ég held þetta sé aðeins lægri tala, ég held það. Ég hefði giskað svona 23-24 ára. En meðalaldur fyrstu kaupenda eru tæplega 30 ár. Það hefur mjög margt breyst síðan við vorum ungir. Heldur betur. Já. Nema það við erum með það ungir. Við erum aldrei gamli, skal ég segja þér. Heyrðu, en einstök hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Það er nú alltaf pínlítið skemmtilegt að velta því fyrir sér. Heldur betur. Hvar er svona mesti hitinn? Ég er reglulega að spáði í þessu. Veist, hvaða hverfi eru verri og betri á hverjum tímapunkti. Auðvitað eru dýrustu hverfin
náttúrulega miðbærin 210 Garðabær Seltjarnarnes og 107 Eru til einhverja eignir að selja á Seltjarnarnesi? Nei. Seltjarnarnes sem algjörlega ég var fyrir nokkrum árum í sambandi við bæjarstjórann þar og var svona eitthvað sem bara með einhverja pælingar hún sagði að það verið 150 íbúðir byggðar og sem heldur sér bara búið að byggja svo verður aldrei byggt meira á Seltjarnarnesi. Það er bara game over? Það er bara game over og þetta er svona pínlítið eins og að þróast með bara sérbýlismarkaðin, bara einbýlishúsamarkaðin. Það verður innan við 6% þeir sem verður byggt á næstu 10 árum eins og staðan í dag eru einbýlishús og þess vegna hef ég talað fyrir því þó að einbýlishúsin hafa ekki hækkað neitt mikið í verði á síðast ári að þá er líka svona ákveðin svona það er ákveð trend þar að segja 80% þeir sem eiga auðin í dag og peningi heimlum í dag er fólk sem er fætt á árunum 40, 60, 64 og það hefur aldrei í sögunni sést það sem verða eins mikil millifærsla auð á milli kynslóða og núna og á næstu árum og Þú sagði 46 til 64. Já, babyboomerarnir eins og Amerikaninni, það er eftir stríðsárskynslóðin. Já, og þeir eru 80% af peningunum. 80% af peningu auði í heiminum. Og ég fætti 65. Æja. Fyrirgeðu. Áfram með söguna. Nei, ég meina það er kannski fólk fættu og í kringum 50, 55 sem er nú þegar farið að byrja það var nú bara fréttunum áramóti það hefur aldrei verið greiddur eins mikil fyrirframgreiddur arður þú veist, arður á milli kynslóða og þetta er bara byrjunin og þessi kynslóð sem eftir koma þær vilja vera meira í sérbýli og en það er mjög fá hverfi og mjög fái staði þar sem eru bara til einbýlishús og lóðir þannig ég held að því að sérbýlin verða takmörku auðlind að þau munu vera svona sterk ummerkjum það ákveðna stéttaskiptingu bara þeir sem verði í einbýlishúsunum og þeir sem verði ekki í einbýlishúsunum Þetta er áhugaður þannig að þetta er skoðun en hún er calculated þess að ég segi En sem sagt, það er miðborgin, það er Seltjarnarnesi, það er Garðabærin, er Vesturbærin, mér minnir það að þegar ég flutti að norðan fyrir 4,5 ári frá Akureyri. Já, ok. Það var svo stutt í bænum? Já. Nú, ok. En bjó reyndar hérna í áratug þegar ég var yngri. Já, ok. En mér minnir að íbúðirnir í Vesturbænum hafi nú verið helvíti dýrar. Já. 21 þegar við vorum að reyna að brjóta okkur land hér og hasla okkur völl eru þær ennþá helvíti dýrar? Það er eitthvað 107 er svolítið þetta er svona svipað eins og Garðabærin að fólk sem er þaðan það er svona 3 hverfi sem þetta er í hug það er einhvern veginn Garðabærin það er 107 og mögulega Kársnesi í Kópavogi það sem að er svo rosalega rótgróin búseta það er eins og þetta fólk sem eru Garðbæingar þau bara flytja ekki úr Garðabænum 107 þau flytja ekki úr Vesturbænum og þeir sem ætla sér að vera í Vesturbænum þeir fara ekki þannig, alast upp í Vesturbænum og þau voma yfir hver geti dáið eftir 5 eða 7 ár og það er byrjað að tala við fólkið og það er bara svolítið þannig og þannig að það er ákveðin orka sérstaklega í Vesturbænum það er mikið listafólki sem býr þar og það er ákveðin stemning þarna. Það er fólk sem horfir á samstöðuna Ég áttum á því þeir eru fyrir Vesturbæjarlög það er bara eins og fyrir einasti íbúi í Vesturbæjarlög horfa á samstöðuna sem ég veist ekki endilega sjálfgefið Nei, en ég meina það er samt eitthvað við Vesturbæjarlögina, það er eitthvað við Melabúðina það er eitthvað við KR þó að þeir séu ekki nú duglegir að mæta völlin það er stuðning þegar það gengur illa ekki það ég sé einhver káringur en svo eru önnur hverfi sem að hafa svona verið vinsæl, svona orðið vinsæl á síðustu árum þú veist, Álftanes til dæmis ég getur þau sem er að búa þar Álftanes er náttúrulega bara frábær staður alveg bara meira áttur að vera þarna svo þetta trend þar sem að babyboomerarnir 40, 60, 64 það er svolítið farið að snúast við að þú veist, þú selur einbýlishúsið þitt
kaupir þér eitthvað kósi í sveitinni, ert þar meira og minna, átt svo afdrif í bænum en ekki öfugt. Ég man að amma og afi vorum íbúð í bænum og áttu svona afdrif utan bænum. Þetta trend, þetta svolítið alþjóðlegt líka, þetta að gerast annars, þetta að gerast í London, fólk að flytja þess út úr bænum. Svo eru staðir eins og Háaleitið. Háaleitið hefur, Háaleitisbraut, Álftamýri, Hvassaleitið, þetta miðsvæðis, þetta Gamlareignir, Rótgróið. Þetta hefur einbýlishús á markaðinni Fossvogi hefur orðið mjög áhugaverður. Það hefur verið svona myndast ákveðið stöðutákn að vera þar. Þannig þegar þú efnast þá viltu vera þarna. En snýr fólk ekki öllu við inn í þessum húsum eftir að það kaupir? Oft á tíðum. Það er einhverlega oft sko, eins og maður er svolítið fylgst með til dæmis eins og eins og með lundirnar og flatirnar í Garðabænum. Það sem er ennþá daginn í dag, það var að búist við því í mörg ár að frumbyggjarnir þar, að þeir myndu á einhverju tímapunkti bara selja 280 fermetra einbýlishúsið og kaupa sér bara einhverju íbúð. En þeir eru ekkert að fara. Þú veist, og þetta er líka svolítið vestur í bænum, vestur í bæ. Þau virðast bara þessir eftir stríðsárskynslóð, þeir ætla bara að vera þarna, þeir ætla sér ekki að fara í íbúð. Skilur þið, þeir vilja bara vera ennþá í stóru húsinu sínu og svo þegar þetta fólk selur þá er mjög algengt að nýr eigendur koma inn og þeir hreinsa bara allt út og setja bara nútímalegan og í sinn stíl sem er kannski eðlilegt. Pál, tíminn hefur flogið en ég ætla að fá þig aftur. Ég er alltaf til. Hlakka til að fá þig aftur að rauðaborðinu síðar, en bara svona eitt að lokum. Já. Það eru sem sagt, þú ert með einhverjar upplýsingar það hvaða svæði utan landsteinana, borgir og lönd svona eru, fasteignir að hækka mest eða að lækka, það ekki? Hverjar eru fyrirsagnar þennan? Sko, ég tók saman bara svona hvað menn að horfa inn á næsta ár, 2026. Það eru reyndar yngri markaðir sem að búast við að rjúkju upp eins og gerðist til dæmis í kringum COVID. En það verið að spá til dæmis markaði eins og Stokkólmur í Svíþjóð. Það verið að spá töluverða hækkun þar. Það verið að spá til dæmis Madrid. Spánn að ganga ansi vel. Bara hagkerfið þar. Og Íslandingar eru að kaupa upp íbúðir á Spáni sem aldrei fyrir það ekki? Já, það bara gömul sá ný. Og og Stokkólm og Madrid, Lissabon. Portugal, það að verða mjög heitu markaðir. Dublin. Veistu hvað skýrir svona hitta, svona hækkanir? Nei. Margar ástæður? Já, sko ástæðan fyrir því að verð hækka. Það svo hugsa með verðbólgu, ekki það að ég sé einhver hagfræðingur, en ástæðan fyrir því að vextur eru háir því að það er kannski bara mikil eftirspurn eftir peningum. Er það ekki einfalda skýringin? Jú. Þú veist, það er mikil eftirspurn eftir lánum og peningum og svo framvegis. Og svo hef ég oft sagt, sko, þó að það sé ágæti sala, þá er undirliggjandi pressa á markaðin alveg rosalega mikil. Þannig ef að vextir væru lægri, þá verður fullt af fólki fleira sem myndu geta og myndu kaupa. Bandaríkin að ströggla svolítið. Það eru margir sem spá margar borgir í Bandaríkjunum, þú veist, eins og Tampa, Phoenix. Þetta eru markaðir sem eru bara offramboð eins og staðan í dag og það er ekki flytið inn mikið af fólki þar. London. London er náttúrulega alveg hrikalega dýr borg, en London er samt búið að tala, það er búið að umræða það í 20 ár. Að nú fer að koma tími að fara að sjá lækkun eða leiðrétting. Aldrei gerist það einhvern veginn. Berlín hefur samt, sko, það komið svolítið óvart að sjá Berlín á þessu lista vegna þess að Berlín er frekar ódýr borg miðað við svona, ef við horfum á aðrar eins og Kaupmannahöfn, London, München, jafnvel Róm, Barcelona, þessar stórborgi París í Evrópu, þá hefur Berlín verið svona einn af ódýrustu þessum borgum, en þar verið að spá svona jafnvel einhver lækkun þar. Það var mjög gaman að lesa þetta. Já, þetta er áhugavert. Heyrðu, kæra þakkir fyrir að fara hér yfir víðan völl með mér í upphafi nýs árs. Já, takk sem ég og margt áhugavert sem að við höfum rætt hvað varðar síðasta ár
og bara kæra þakki fyrir komuna og ég fæði aftur. Ég hef að tilfinningu að við getum setið inn einn marga klukkutíma. Það er rétt. En ég hef líka örgulega heimboð þegar það er í Mývatnssveit. Kíkið okkar. Það getur aldrei áfram umræð. Endilega. Þannig að Kontu fagnandi. Gerum það vinur. Takk kærlega fyrir að bjóða mér. Sömuleiðis. Og þakk ykkur, hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með þessari umræðu. Við erum ekki búin. Nýr kafli hér eftir andartak, þannig að ekki fara langt. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð Samstöðina.